Góðan daginn og velkomin í 50. og annan þáttu minn hérna á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég handhafinn Óð. Í dag mánudagurinn 3. desember 2018 og ég vil bara byrja á því að bjóða alla nýja og gamla hjartanlega velkomna í þáttinn. Við erum orðin 200. Það var áhorfandi sem benti mér á það eftir síðast þátt og ég sé að jólaljósin í glugganum að gera eitthvað við andlitið á mér en við látum bara á það reyna. Fyrir ykkur sem að hafi lengi hort á, vitið að ég er ekki í réttu rými, ég er ekki inn í herberginu mínu innan allt gósið mitt, heldur er ég fram í stofu af því að það er bara allt á hvolfi þar, það eru jólapakkar og verið að vinna í styrktarloka ritgerðum fyrir listfélagi sem ég gjaldkeri hjá og þannig ég ákvað bara að fara hérna í kósíheitin inn í stofu þennan morgunin og gera þetta hér. Nú, ég kom ekkert hérna í síðustu viku eins og ég var svo sem búin að tala að myndi líklega ekki gerast og það var svo sem ágætt að það var þannig að því að ég daginn eftir síðasta þátt sem ég setti í loftið, hvað var ekki, ég setti það í loftið þriðjudaginn 20. nóvember. Það var síðast það sem tekin. Og um kvöldið þá var ég bara orðin farveik, komið því líka magapest, ég fengið svona ælpest í 16 ára eða eitthvað, síðan að gallbláran var tekin og þetta var bara brútal, skulum við segja. Og þannig að ég snerti ekki á prjónum í 2 sólarhringa og bara var ekkert úr verki. Og svo náttúrulega vorum við hjónin á hóteli og helgin eftir það, sérst og síðustu helgin. Og þá reyndar græja ég annað klárið sem ég get ekki sýnt ykkur að því það er á hausnum á einum ungum herramanni. Ég er sérst með tvö klár, já, ég mjög minnisblaði hérna fyrir frammi fyrir neðan ef ég er alltaf að kíkja niður. Já, og þið getur svo að séð það klár inn á Instagraminu mínu. Það er jólahúfan Agnar frá petitknitting.is. Ég gerði hana á Hilmi úr Merino Blend DK-garninu sem til í Rúnfá. Það var rosalega fallega jólarauðu litur til í því. Og ég snaraði einni svoleiðis húfu upp á kauða og hann er bara með hana, það er komin aðvenda og maður tekur ekkert svoleiðis af 9 mánaða gömlum dreng, sko. Svo var hann hjá okkur núna aðfram út sunnudags og meðan hann var að gera þá er lítið prjónað, hann er hann svolítið duglegur, hann finnst rosa gaman að skoða skrautið. Og ég ætla ekkert að afsaka hann að geispa, það er mánudagsmorgun og við erum að skála hérna í nýja könnu frá Laugu og Laugu. Ég keypti með svona gulri á handverkshátíðinni í sumar og svo var hún aftur í Ráðhúsinu á síðustu helgi og þá bættist við þessi bleika og svona blár litur einhvern veginn í kruðaríi bættist í safnið, þannig að mér langar í 3 í viðbót. Sjáum hvað setur. Já, þannig að í dag þá fyrir við í klár og verki vinnslu og hvað er á döfni. Það datt ekkert prjónatengt í pokan, en ég ætla að sýna ykkur, keypti einn annan hlut í Ráðhúsinu sem ég ætla að sýna ykkur og líka í einni svona túristabúð sem ég fór í á Laugaveginum, ekki lundabúð heldur bara, eða svona, engin túristabúð neitt frekar, það voru alveg bara nokkru Íslendingar þarna inni. Já, þannig ég ætla að sýna ykkur það, annars er bara frekar þunnur 13. í þannig lagað í handverksdeildinni
á minni hálfu. En já, sérst, annað klári þessi jólahúfan Agnar. Bara mjög fín uppskrift og húfa og liggur vel að eyrum. Ég gerði með þess að reima, hann náttúrulega bara 9 mánaða og rífur alltaf af sér að það ekki reima. Og hún bara fer vel utan eyru og bara passar voða vel á hann. Og ég gerði 6 til 12 mánaða stærðina á 3,5 og 4 mm prjóna. Það eru oft miklar vangaveltur í sambandi við prjónafestuna frá henni Sjöfn því hún prjónar alveg brjálæðislega fast. En ég held samt í nýrri uppskriftum að það sé miðað við prjónafestuna úr bara viðeigandi garni sem unnið er úr það. Af því nú eru náttúrulega pröfuprjónara sem eru kannski með prjónafestu sem að passa betur við garni sem er uppi gefið en ekki vera miðað við hvaða prjónafestu hönnuðurinn eða hvaða stærð af prjónum hún er að nota til þess að ná ákveðinu prjónafestu. Þið skiljið hvað ég á við þið sem hafið glímt við eldri uppskriftirnar. Og það er maður ekkert rosa skýr svona snemma dag sko. Það getur mér svo vel verið að ég setja ykkur á pásu eftir smá stund og láta mér meira kaffi. En þá ætla ég að sýna ykkur næsta klárið, en það er Turtle Dove peysan númer 2 sem ég geri. Og þetta er afmælisgjöf á eldri dóttur mína sem á afmæli núna 15. desember. Ég var búin að kaupa garnið hérna þegar hún pantaði bara að fá pening en ég ákvað hún samt, hún fær bara aðeins minni pening og peysu. Ég ætla að sýna ykkur hérna og ég vona bara að hún sé að horfa á. Ég ger ekkert ráð fyrir því. Það er frekar erfitt að sýna þetta hérna þegar maður er bara fastur við sófann eða stóli. En ég gerði hana bara eins og mína með svona aðeins lengra stroffi hérna aftan á og þessa klofin stroffið að neðan og ermin átt að með mælinguna að hún hefði átt að vera svolítið styttri en mín dama er með útlíma löng, þannig að ég setti nokkra auka sentimetra í hana og það gerir hana bara ennþá meira kósí. Hún er mjög stór og ég gerði ekstra langan kraga. Ég rakti hann var bara, ég bætti þessu, sjáu þetta, ég bætti hérðan frá og upp við þegar ég var búin með alla peysuna. Notaði afganginn af garninu við það í að gera kragan meira djúsi. Ég rakti bara uppfitið og setti nálinn aftur á, prjónaði þessar umferðir í viðbót og felldi svo af með svona saumaðri affellingu. Þá bæði verður það svona rúnara og fallegra og ekkert mál svo stóran haus að fara í gegn. Og þetta er bara ótrúlega auðvelt og þægileg uppskrift. Og mjög gott að hreinsa svona palettuna þegar maður er búin að vera að prjóna kannski eitthvað flókið og með svona einfaldri uppskrift. Og ennþá fljótgerðara í annað sinn. Ég á svo bara eftir að setja hérna svona gæja aftan í peysuna, svo maður sé bara fljótar á að átta sig á bakliðinu þó að séu styttara umferðir hérna á bakinu til þess að gera smá upphækkun og svoleiðis. Þá er þægilegt að hafa svona þegar það er lítil börn að ónáða mann við það að vera að klæða sig. Og þetta er hérna alpaka tweed garni frá Scholar og Stål sem ég var búin að segja frá áður. Og þetta er bara ótrúlega, ég prjónaði þetta á 6 mm prjóna og hún er svona risa peysa, svona oversized og það fór tæpa 7 dokkur í hana, hún tæplega 350 grömm og hún er svo létt og þægileg og mjög hlý. Ég finn það núna, ég veit ekki hvort ég endist að vera í hérna allan tímana því ég vil hliðin á
ofninum sem alveg blúsandi. Og það sem svo þægilt við þetta garn að það má þvoða á viðkvæmum þvotti á 30 gráðum. Þannig að hún þarf ekkert að vera ekkert stressuð því þá hún þurfi að skella henni reglulega í þvott. Og alpaka tvíti svona, þetta sport grófleiki í þessu. Það eru 160 metrar í 50 grammunum. Þetta á aðeins grófar en þessi sokkabandsgrófleiki eða fingering. Og það 26% alpaka, 21% ull, 18% pólíakríl, 18% pólíester, 11% silki og 6% pólíamíd. Pólíakríl, pólíester og pólíamíd fyrir mér nánast eitt og sama en það virðist ekki vera það. Þetta akríl, pólíester og nælon. Áttuðu það. Og þetta var litur bara 0001 ljósgrár og ég var bara rosalega ánægð með hana og hlakka til að gefa hana. Og hún fær eitt svona miða með meðan hún sem hún getur haft inn í þvottahúsi og setja sem minna sig á hvernig hún á þvona. Annars veit mamman það alltaf. Þannig að þetta eru klárin. Síðan ég búin að vera náttúrulega dúllast í Ingalls en kastaði henni reyndar frá mér til þess að geta einbeitt mér að Turtle Dove af því að ég vildi klára hana áður en ég byrjaði á nýju verkefni hjá Stephen West sem að ég fékk í hendurnar í síðustu viku. Ég má ekki sýna ykkur hvað ég að gera en ég má sýna ykkur áferðina og garnið og það sturlað þetta Suri garn. En fyrst það Ingalls. Núna verður hún tekin með ég ætla að reyna að fara í litlu prjónabúðina á 50 daginn á prjónahitting og þá kemur hún með eins og síðast. Ég búin að, nú ég bara að prjóna bara zoom niður eitthvað sentimetra og ég var hér síðast ég sýndi ykkur hana. Nú færi ég bara merkið. Mér finnst mjög gaman eða gott að hafa þetta merki upp og sjá hvað ég geri. Stundum færi ég merkin þó ég sé, þú veist, bara til þess að peppa mig áfram, ekki endilega til þess að sýna ykkur hvar ég var. Stundum verður verkefni þannig að maður bara, það ekkert að gerast. Og það var svo gott þegar maður byrjar á verkefninu að setja merkið þar sem þú ert að byrja, prjóna og sjá svo að þú gerðir alveg nokkrar umferðir sem verkefnin þannig endalaus. En þetta það alls ekki og væri örugglega búið ef ég hef ekki viljað klára önnur peysu og tók að mér þetta Stephen West verkefni. En mér finnst hún algjört æði og ég hlakka rosalega til að þvo þetta og fara að nota hana. Ég bara bíð eftir þessum geggjaða snjó sem fyrir norðan. Ég veit að nú mun einhver öskra á skjá, nei! En ég meina, prjónaði mér peysur og húfur og sokka og allt. Svo góð afsökun. Og þetta eins og áður hefur sagt snældan úr litlu prjónabúðinni á Döggu. Það nýju ull, þetta litur 10. Svona karrígulur, óbúslega fallegur. Og gráinn náttúrulega það líka. Ég búin að taka, því ég þarf ekkert meira honum, það bara komið upp í hillu. Og þetta hérna í Mrs. Brown's bag. En þetta bara reyndar búið að vera inn í skápnum mínum eftir að þetta nýja verkefni dúkkaði upp. Það er kannski leiður að sjá hvar ég stötti frípeysunni. Mér fannst ég vera búið með meira en þetta bara svona, þetta hefst á endanum. Þetta náttúrulega einhverja brjála magna lykkjum og bara ég verð, eins og ég hef margótt sagt, þreytt í höndunum á að prjóna með þessu garni. Þetta alpaka
bouclé. En mér finnst þetta verður geðveikt, þetta verður svo mjúkt og fluffy. Og hér sé ég mitt, já, þetta er hérna feel free. Já, þarna er hérna tvinnin sem ég er búin að vera að leita að, eða var að leita þegar ég var í síðasta töskusaumi. Það er ágætt, veit ég hvað það er núna. Og hér onni er nú bara einn taska sem ég var einmitt búin að vera að velta fyrir mér. Bara væri. Hérna taskan frá henni Salome í Dóttir Dævorks. Þar er bara hérna þetta íslenska eilíðar sjal úr spunna. Hvað heitir þetta? Það er langt sem ég vassast í þessu. Já, frá uppspunna. Það er lítið að frétta. Mér finnst þetta ekki gaman. En ég ætla að þræla mér í gegnum þetta því að ef þetta verður ekki að þessu sjali þá verður ekki að neinu. Þetta gatnar of geggjað til þess að það gerist ekki. Þannig að þetta er náttúrulega eitthvað sem að ég enda örugglega á að taka með mér í bústaðnum í jólin. Til þess að neða mig, til þess að klára þetta. Ég veit, ég get alveg rumpað þessu á sko á bara einum góðum morgni ef það væri ekki svona mikið öðrum freistingum hér í hring. En já, ég ætla að feina í fann þetta. Ég var að horfa inn í skáp og veltaði fyrir mér hvað þetta væri. Þetta var svona, já, við erum semst allt í einu komin inn í verkinu vinnslu. Þetta var svona auka sem átti ekki að vera með í prógraminu. Nú ætlum ég að setja ykkur á pásu og ná mér meira kaffi. Afsakið. Komin aftur með kaffi. Það er kannski minna út allt með þessum bolla en ég veist það. En þá ætlum ég að sýna ykkur hérna næst áferðina á verkefnunum sem ég er að gera fyrir Stífuna næst. Þessi litur. Geggjaður. Ég náttúrulega, þetta er verkefni sem ég mun svo senda frá mér, þannig að ég tek myndir og setja þetta inn á Instagram þegar að því kemur. En þetta er úr hinu dásamlega Melted Suri sem er 65% baby surf alpaka, 25% super og smirno, 10% silki. Það er 175 metrar í 50 grammunum og þannig að þetta er svona rúmlega fingurinn, þetta er þessi sportweight myndi ég segja. Og síðan er hittgarnið High Twist BFL 100% superwash. Og það er 365 metrar í 100 grammunum. Þannig að það er líka svona, það frekar svona gróft fingering eða í áttina að sportweight. Og ég ætla að reyna svo nafni á, nei. Biscuit Bedrock. Nei, það er nefnilega önnur hespæðina sem er pínlítið öðruvísi á litin. Hún heitir Biscuit Bedrock en Be Saint heitir þessi sem ég er að vinna með. Ég er nú eitthvað að tjekka þessu. Og súrið heitir Biscuit. Og þetta er Queen Fiber Collection og þetta er svolítið yfirlýstir, svolítið mikið yfirlýstir litirnir á skjánum. Nei, þetta var ekki betra. Þetta er svona meira kargult heldur en við sjáum á skjánum. Og það er himnest að vinna með þetta. Ég er að vinna með þetta saman semst á 5 mm grófleika.
og þetta verður bara gorgeous. Ég sagði við Lindu milliliðinans Stevens umboðsmannsins hér á Íslandi að hann yrði bara sennilega að koma og rífa peysuna utan á mér ef hann ætlaði að fá hana. Algjört æði. Síðan byrjaði ég í gær, ég held ég væri búin, á einni húfu sem eftir hennar Kristin hjá Wool & Wine og Wool & Wine Yarns og podcast og allt það. Hún var að gefa út alveg ótrúlega fallega húfu sem hún kallar Sparkling Cider og er búin að vera út allt á alheimsvefnum og það í yfirskriftinni valkostur að setja svona perlur ofan á jólatréð, þessi toppinn á jólatréð sem maður að prjóna og ég ákvað að gera það. Gera þetta svona voða hátíðlegt. Og ég nota bara, það uppgefið sérst að nota þetta mohair og þennan fingringróleika, þannig að ég geri það náttúrulega og ég með hérna silk mohair frá Sandnes sem ég keypti í Rúmfó, svona alveg fölbleikur. Hann númer 3511, þetta garn og svo ég með frá henni Kristínu snillingi í Vatnsnes. Soft sock, það 100% merinóll, kampavín og jarðarber, heitir Sálitur. Og ég eftir að finna hérna kökuverju utanum hérna þann lit, það allt út allt hérna ofan í. Þannig að þessi gæjar tveir eru saman. Prjónaði saman upp þannig að það kemur svona halo eða svona geislabaugur kemur svona mikið fluff. Ótrúlega hlýtt og fallegt og stroffið gert á 2,75 og restin á 3,5. Sá latinn nefndi ekki að leita að 3,5 að mér minnir að þeir séu bara allir í notkun. Þannig að ég með 3,25 í munstrinu og það bara kemur mjög vel út. Það er það ríflega líka fitjað upp á að það þarf ekkert grófara en það og þetta er svona uppskrift sem maður bara einum fyrir þeim. Þannig að þetta mun prjóna sig svo að segja sjálft. Ég er sérst búið með þeir sem eru að prjóna þetta. Ég var að byrja á munstri B. Og þetta er bara, hún hefur ekki gert margar uppskriftir en þessar sem ég hef prófað frá henni eru bara rosalega vel skrifaðar og fallega uppsettar á blaði. Þannig að það er alveg augljóst hvað það var að gera og svona og þetta er í fallega pókarum mínum sem ég fekk frá pókaskipti vininum mínum í Danmörku. Úps, hann er Dorothy. Þá er ég búin með það sem ég er búin að vera að vinna í og eins og þið vitið sem hafa verið lengi með mér þá eru verkefnin samt mun fleiri en ég er ekkert að vinna í þeim. Þá ætla ég bara svona að sýna ykkur hvað er í dagatalinu mínu og hvað er á döfinni og allt þetta. Og hérna, svo fekk ég senda svo skemmtilegt skjáskot frá konu sem hafði verið að kaupa tösku hjá mér og fekk sér kökuverju líka. Og ég, upphaflega hugsunin var náttúrulega að ég gera þetta til þess að hafa utan þessar uppundnu hespur, eða kökurnar. En þá senda mér mynd þar sem hún var bara með kökuverjunu utan svona hefðbundna dokku. Og að segja að þetta var algjör snilldon í töskuna, þá það er náttúrulega sérstaklega, þetta virkar náttúrulega bara að draga innan úr miðjum gæjanum.
En þegar þetta er á þvælingi og að þvælast í tösku, hvernig sem þú ert að vinna með þá stundina, þá er það ekkert að losna upp að utan eða neitt heldur ef það er í verjunni. Og ég bara, já, takk fyrir að láta mig vita, ég var ekki búin að hugsa þetta svona, hvað maður getur verið mikil sauður, þannig að takk fyrir þessa ábendingu. Og ég þá búin að koma henni á framfæri og það er eitthvað til af þessum verjum núna hjá mér. Og bara nefni það örsnögt að til 10. des þá er ég með tilboð á hefðbundnu töskunum og kassalögu. Ef þú kaupir eina þá færðu næstu á 50% afslætti ef þú slærð inn. Nei, ég þurfa ekki að slá inn. En þetta, ef þú ert að kaupa eina tösku og langar að kaupa aðra, þá er hún á 50% afslætti innan þessara tveggja kategórís. Ég það stóla úr með hvað það heitir, þessar hefðbundnu og þessar kassalögu. Þá borgar 3 og 5 fyrir fyrstu og svo 1750 fyrir næstu. Og síðan er náttúrulega alltaf útsöluhóllinn, nema þar þarf sá sem kaupir að muna eftir að setja inn afsláttarkóðan sem er gefinn upp þar og þá er 50% afsláttur af þeim töskum. Það var nefnilega einn sem var að versla við mig helgina og hafði gleymt því. Og hún svo salaði dótturinni fyrir það því að ef það er ekkert gert í sólarhring þá bara gengur þetta tilbaka sjálfkrafa og það hefði verið slegin rangt netfang, þannig að ég gat ekki sendt henni tölvupóst til þess að bendina á að segja henni bara, ég sagði henni bara hvað hún ætti að leggja inn af því hún hafði glemt að setja inn kóða. Það er ekkert mál, bara ég fylgist með því og ef það er rétt netfanga þá náttúrulega er þægilegast að senda í gegnum það, en ég fann hann á Facebook að ég til og sendi henni skilaboð þar líka, en hún er greinilega ekkert virk, þannig að hún sér það bara þegar hún sér það, en þannig að það er ekkert 100 í hættinu, þó að þið gleyma að setja inn þann kóða þá læti fólk vita að það er ekki að borga fulla upphæðina þar. Og já, þannig að þetta tilboð með keyptu eina og fáðu aðra á 50% afslætti verður til 10. des og 11. desember þá dettur það bara út og ég sagði ég ætla að loka vefsíðunni, ég ætla ekki að loka henni yfir jólin, en ég ætla ekki að vera eitthvað ekki að vera að agitera neitt eitthvað fyrir henni eftir þann tíma. Ég ætla bara að fara að njóta jólana og ekki að vera eitthvað í brjálum business hug, af því að þú veist þetta bara óhjákvæmilega þá fer maður að tala þetta og vinna með þetta og reyna að koma svo framfæri, af því að maður er búin að eyða hellingspenning og tíma í að gera hlutina og svo kostar náttúrulega að reka vefsíðuna og allt þetta og borga fyrir að vera með í kerfinu, Shopify kerfinu. Þannig að en ég ætla að fara í jólafrí frá því 11. des. En alltaf auðvitað hægt að versla það sem verður til í búðinni. Já, þá er ég búin að segja ykkur frá því. Ég ákvað að spinna daginn hespu frá henni Amy í Stranded. Hún var eitthvað svo grænn og falleg við þessi, ég ætla aðeins að gá hvort ég geti laga hérna lýsinguna. Nei, hann er meira, hann er ekki svona, hann er meira hvernig grænn. Hann er næstum neon, þessi lýsingin er ekki að gera neitt fyrir suma litina. En ég spann þetta upp, þarna, í þar síðustu og síðustu viku kláraði ég þetta. Og ég er að safna mér í peysuverkefni og sjal í þessum grófleika. Ég á náttúrulega að sjá hvort ég geti fundið út hvaða grófleiki þetta fellur undir. Finn eitthvað svona sæmilega snúin þráð hérna.
Þetta er svona mitt á milli sport og fingering. Nei, þetta er svona sportgrófleiki sem er alveg perfekt fyrir þetta sjal sem að ég ætla að gera eftir hana Andreu Mári sem er gert úr Spincycle garninum. Ég ætla bara að nota mitt handspunna, ekki Spincycle. Ég færa aftur ljósið hérna niður. Svona, afsakið þetta var svona sjóveik á mig rúndandi hérna fram og tilbaka. Nú svo er ég náttúrulega í aðvendu dagatala bransanum. Ég ætla ekki að sýna ykkur þessi sem að ég keypti af því að ég vil ekki eyðileggja fyrir einhverjum sem að hefur ekki komist í að opna sitt. Þetta er náttúrulega frá Vatnsnes, maður opnar það bara á aðvendusunnudeginum, þannig í gær opnaði ég fyrsta boxi frá henni og ég ætla ekki að byrja að prjóna það strax, ég ætla ekki að byrja að eiga við neitt af þessu fyrir en að, eins og ég margoft og miljón sem búin að segja og mun örugglega að brjóta það reglu. Ég ætla ekki að fitja upp á neinu fyrir en að ég búið með það sem liggur á að klára núna. Hafið þið heyrt þetta? Og svo bara er ég farin að gera eitthvað allt annað næst þegar þið sjáum mig. En þannig er það eins og Guðlaug talaði í síðasta þræðinum hjá sér á YouTube-rásin hennar. Að maður á bara að vera að gera það sem maður hefur unun af og þó svo að ég hafi ekki neina sérstaklega unun að ég hafi verið að gera þetta sjálf hérna úr uppspunanum. Að þá langar mér svo að ég klára það verkefni þannig að ég læt mig hafa það. Þannig að stundum lætur maður sig hafa það eins og hún sagði líka og maður notar svo verkið mjög mikið og allt það en svo getur það líka gerst að það hangi bara upp á punt einhver staðar sem að er líka bara allt í lagi. Þannig að en ég þarf náttúrulega að vera að vinna statt og stöðugt í þessari peysu frá Stephen. Ég reyndar að bíða núna eftir næsta skrefi þannig að þá gat ég hent mér í húfuna til þess að gera eitthvað svona nýtt og hátíðlegt og ég mæli svo innilega með henni þessi sparkling cider eftir hana Woolen Kristínu. Já, og svo fór ég í svona dagatala skipti við tvær yndislegar konur í gegnum Ravelry grúppuna okkar og ég hefði náttúrulega getað splæst þeim saman og ekki verið með en auðvitað vildi ég vera með þannig að ég var bara með að móta þeim báðum og við erum góður hvað eru rausnarlegar og yndislegar og þetta er svo fallega pakkað inn og mitt á bara allt í einhverju gert í einhverju algjöru hasti og látum sko. En enga síður það var mér fannst ótrúlega gaman samt sko að vinda upp gatnið í þetta og þú veist bara sjá rifja upp verkefnin hvaðan þau komu og allt þetta og sortiraði bara rosalega vel í gegnum afganganum mína og vigtaði það sem ég var ekki að gefa í þú veist 0-10 grömm og 10-20 grömm í poka og á það bara aðgengilegt þegar andinn kemur yfir mig hvað það skal verða og andinn er alveg mættur en hann er að reyna að setja á sér. En ég ætla að sýna ykkur það sem að þær tvær voru hjá þeim. Á fyrsta deginum hjá annar þeirra var hérna Peytons Croy sokkagarnið. Þetta er sérst bara 75% washable wool og 25% nylon, sérst bara superwash ullin. Þetta er 50 grömm og það eru 152 metrar sem gerir þetta sportgrófleika sem er mjög ríkjandi í þessum þætti í dag, ságrófleiki. Og þetta er gert í Tyrklandi og pakkað í Kanada og keypt í Boston. Blue Striped Rag. Og þetta var sérst á degi 1. Og þetta er svona eins og þetta sé handspunni garn og ég hlakka svaðalega til að byrja á þessum sokkum. Það kviknaði í sokkaandanum þegar hann sá þetta. Og degi 2 kom bróðir hans. Og þetta er æðislegt garn. Þetta er svona pínu röf en samt ekki. Og
mann finnst það kannski pínu gróft af því það er grófara en þetta sem maður er venjulega vanur að prjóna í sokka, þessa fitness-sokka. Og það var ein í prjónahópnum okkar hérna í Tjarnadísunum sem bað mig að koma með hann næst þegar ég kæmi og ég ætla bara að hafa þetta með mér ef ég kemst sögur á 5. daginn í litlu prjónabúðina og svo stefni ég á að fara á annan, ég held að sé hittingur hjá Tjarnadísunum núna aftur í desember. Það var í gær en ég bara var náttúrulega með Hilmi og gæti ekki hann með mér. Hann hefði ekkert verið til friðs í því. Og þá ætla ég að fara með þetta og það var ein hennar sem langaði að koma upp pattonskroj og ég er mjög ánægð að vera búin að fá koma upp pattonskroj af því mig líka búið að langa til þess og það kemur svona skemmtilega óvart. Ég hlakka til að vinna með það. Og frá þeirri sem að lét mig hafa þetta á degi 1 og 2 þá í morgun kom hérna Socks frá Coppknit og ég held á þess að skemma mikið fyrir þú veist hvað þú ert þá held ég að þú sért að fá mitt svona hugsanlega svona hespu líka frá mér sem er náttúrulega bara að fyndið sko en það er þessi fjólublái fallegi litur Shug Light og ég keypti sérst 4 eða sett af þessu garni með uppskrift frá Loop í London og þetta var hérna uppskrift með intarsia tækninni þar sem að maður er að gera munstur inn í miðju sjalinu á þess að þú veist og maður þarf að vefja garnið utanum og eitthvað svona og þetta var svo mikið flækja og þegar það voru 3 litir í gangi einu ég var alveg að missa vitið og þetta er einmitt einn af eitt af sjölunum sem ég tók með mér í vor í bústað. Eitt af svona verkefnum sem ég var neðað með til að klára og mér tókst að klára það þar. Og og það er ógeðslega fallegt sjal en ég minn eini hvað þetta intarsia dót er fyrir minn sem er leiðilegt að gera. Þannig að það er svona djúp fallega fjólublár gæi í dag og ótrúlega krútlegt. Ég held fyrst að þetta var eldspýtur en þetta eru naglaþjalir. Og þetta er nú bara svolítið nauðsynlegt fyrir mann að hafa í litlu buddunni í prjónatöskunum sínum af því að ef það kemur eitthvað svona högg í nöglinu hjá manni þá er það strax fara að vesennast í garninu. Þannig að takk fyrir það. Þetta fer beint í þá tösku. Eða ekki. Ég með glerskápa henni í stofunni og ég er að safna í nokkra skálar þar sem er að koma úr dagatölunum mínum. Bara svona, þú veist, staðinn fyrir að vera með smákökur í. Svo frá hinni, þá opnaði ég öskjuna frá henni og þá blasti við þessi gæi af því að þá vantaði í eitt hólfið, þess 24. hólfið. Það er svona stærri gjöf og hún var utan á. Þannig að þessi gæi var þar sem að 24 hefði átt að vera. Górulu lyklakipa, alveg ótrúlega sætt. Og ég veit að þetta á eftir að vekja mikla vinsældir hjá litla fólkinu. Svo hef ég haft hann háttinn á bæði fyrir mig til þess að muna hvað litri hvað og allt það. Og þá er ég að taka alltaf myndir á hverju morgni úr þessum 2 dagatölum og setja inn á Instagram. Þá veit ég nákvæmlega hvað ég var að fá þann daginn og fyrsta daginn minnum að ég hafi fengið þennan Yarn Ink Classic Sock Amber ótrúlega fallega alls konar grænn. Síðan kom í gær ég ætla bara að kíkja hérna á Instagram. Sjá. Svo ég sé nú ekki að bylla eitthvað. Já, Yarn Ink.
degi 1, þá var þetta, afsakið, ég ætla að leiða, þetta var bull í mér. Sweet Georgia, pæli, þetta er dagur 3 og ég man ekki neitt. Það er eins gott ég að taka myndir af þessu. Sweet Georgia, Tough Love, Sock Seedling, það er þessi græni. Það er dagur 1. Dagur 2, Jarning, Classic Sock Amber. Og þetta er svo ótrúlega vel merkt allt hjá henni. Mitt er ekki svona að því að einfallega þegar ég bara var búin að tapa með honum af svo mikið af þessum afgangshespum sem ég vann þetta upp úr. Og með Jarning kom svona lítið fallegt prjónamerki til þess að láta hanga á prjónunum fyrir umferðarskil. Það var Jarning og síðan í dag var Vivid Wool Gauze, 100% merino. Ótrúlega, hann er mjög dökkur en með fullt af svona æpandi freknum, neonbleik og já, svona neonlitum, neongulur og neongrænn sem kemur ótrúlega vel út í svona dökkri hespu sem er, já, dökka örleiti. Þannig að þetta er búið að koma á dagatalinu og það getur vel verið að ég sýni ykkur svo næst þegar ég tek upp hvað er búið að koma síðan þá, en kannski ekki taka svona rosalega tími í það. En ég var búin að vera að tala að hún Mína Philip hjá The Knitting Expat Design ætlar að gefa út svona nokkrar uppskriftir til þess að nota í afgangaprjón og sem ég mun klárlega fá mér, en svo líka er komin uppskrift sem er að tröllríða öllu á í prjónaheimunum fyrir svona afganga hespur, eða svona, já, afgangana, og það heitir Northeasterly eftir Melusu Alexander Loomis. Ég held hún hafi verið fríþang til í dag, en hún kostar annars ekki nema $3 og er ótrúlega flott og ég hef grun að þetta fari fljótlega að fara á prjónana. Sýn ykkur hérna, nei, veitu nú við. Þetta er akkurat myndin út í hérna. Þessi hérna. Og það sem er svo sniðugt við hana að þau prjónar nýjan gæja við nýjan renning, að þá ertu að fela endana í leiðinni. Þannig að þú ert ekki í þessum brjálugu vinnu við að fela 2 endar nánast af öllum ferningunum í þessum mitered square teppum, ferhyrningslaga. Ég byrjaði nú einmitt á því á sín tíma fyrir 3 árum og ég gafst mjög fljótt upp. Þetta var ekki að gera sig fyrir mig en ég er mjög spennt fyrir þessu. Og ég var einmitt í gærkvöldi. Ég var að bíða eftir að svefninn sagði sér hvert að koma til mín, að þá var ég að lesa uppskriftina og hún er mjög, ég held að það maður búin að gera eitt svona renning og festa næsta við að þá verður þetta bara orðið eitthvað sem að man alveg. Þannig að þetta er klárlega eitthvað sem að þessi jóladagatalna görn verða meðal annars nýtt í. Nú, ég var búin að sýna ykkur, svo fór ég niður á húsið og fekk mér þessa bolla og þar fann ég líka Amicat hönnuðinn sem er að gera svona ótrúlega fallegar vatnslitamyndir og þessi fer bara í hérna, já, hann er sérst svona, hann situr á rakkatinu og er að leika sem með kolkrabba sinn. Og þetta fer bara í ramma og verður bara fallegt upp á vegg og síðan fór ég hérna í ekki lunda túristabúðina
að því ég sá eitthvað svona rollutengt þar inni og svo sá ég svo skemmtilega uppsett á vegg. Það voru 3 postkort saman í svona löngu ramma, hver með sitt svona kartón utan sig. Og ég bara féll fyrir myndunum á því, þannig að ég fékk mér sömu myndir en ég fékk mér stærri postkort og ætla að hafa hverja fyrir sig í stökum ramma. Fyrst er það hérna fílahjörðin, rollihjörðin, Flock of Love og þetta er eftir Patra Tavatpol. Svo hérna neyri. Svo sætt. Og lundar er uppáhaldsfuglinn minn. Það er eftir þennan sama málara. Og svo er þetta náttúrulega bara yndislega fallegt. Ísland allsett hjörtum. Veitir ekki af að dreifa þessum hjörtum þar sem að ástandið er nú ekki búið að vera aldeilis yndislegt hér á landi í, já, þið vitið hvað ég er að tala um, ekki pólitíkinni eða þannig. Handmade Icelandic Memories, Gift and Gallery. Þetta er sérst búð á Laugaveginum sem ég fekk þessi 3 í. Ég mátti bara til með að sýna ykkur þetta sérstaklega út af þarna rollu vasslita verkinu. Það er búin að sýna ykkur það sem ég er að vinna í. Já, svo langar maður að minnast á því, ég gleymdi í síðasta að ég ætlaði að tala um það að hún Guðlaug í Þráðum var að gefa út enn eina vettlingaútskriftina. Hún er bara komin á kaf. Hún gerði eina í samstarfi við hana Eddu í Litlu prjónabúðinni í Hafnarfirði. Úr garni sem að Edda er að selja og þeir eru svona frekar grófir. Garni sem er notað í þá, þannig að þeir eru fljótprjónaðir og ótrúlega fallegir. Og svo er aðeins lengra síðan að hitt farið kom út, minni mig. Og hérna, ég bara er ekki neinu vettlingaprjónastöðu eins og er, en ég mun á örugglega eftir að fá mér þær uppskriftir þegar að sá andi mætir á svæðið. Og þetta er bara rosalega fallegt og gaman hvað hérna, gaman að sjá hönnuði verða til. Þannig bara til hamingju Guðlaug. Þetta er æði. Já, og við erum orðin 200 hérna. Það var orðin 200 áskrifendur. Allavega síðast ég á því. Svo náttúrulega fækkar og fjölgar. Þú veist, það er allir gangur á því. Og hérna, ef þið viljið fá tilkynningu eða gerast áskrifendur þá sjáu þið alltaf í þegar farið inn á YouTube ef ég setti eitthvað nýtt inn ef þið eru áskrifendur og ef þið hakið líka í bjölluna sem er til hliðar minni mig við þann takka þá fáðu tölvupost tilkynningu þegar ég er búin að setja eitthvað nýtt efni inn og svo má alveg setja þumalinn upp en það má alveg sleppa að gera þumalinn niður af því hann þjónar engu tilgangi en hérna og bara, þú veist, maður getur ekki verið allra þannig að hérna maður er að gera sjálfum sér þetta fyrst og fremst til ánægju og allt það og hérna þetta er ekkert eitthvað professional dæmi eða neitt hérna. Já, talandi tölvu póstföng að eins og inn á vefsíðunum minni þegar það er verið að slá inn þessar kúnna upplýsingar í nýskráningaforminu þarna að þá náttúrulega bara passa að setja inn rétt netfang. Maður getur alltaf klikkað á þessu en það er svo óþægilegt að geta ekki verið í sambandi ef það er eitthvað eins og með þessi tösku helgina að geta ekki náða viðkomandi og útskýrt þú veist hvað hafi klikkað þar og hérna já þannig að þið setja inn
ég þurfi ekki eins og setja inn postfang á YouTube af því að ef þið eruð að horfa á YouTube og ætli í áskrift þá þarf maður náttúrulega að vera með reikning til þess og þar tölvupóstnet fangimanns ekki samþykkt nema að sé rétt hvort það þannig það allt góð, þetta var bara svona röfl. Já, ég náttúrulega búin að segja ykkur svona í stóru dráttum hvað á daga mín búið að drífa undan farta 2 vikur og nú bara komið svona aðventurstöð í Kellu, ég búin að skreita hérna heima náttúrulega kveikt á fyrsta aðventukertun í gær og bara að njóta aðventurnar í botn og á laugardaginn þá fórum við og sóttum litla manninn okkar og hann kom með okkur í afmælisveislu svo hérna upp í sveit hjá frænda mínum og svo á bakaleiðinni þá var ákveðið að fara í matabúð og við erum rétt komin þar inn þá mætir systir hans, elsta barnabarnið okkar, Hrafntinna, kemur og með frænku sinni og var að gista hjá henni og við fengum knús í henni. Þegar hún var rétt búin að kveðja þá mætti miðjubarnabarnið í búðina og hann kom og ætlaði ekki að leyfa afa sínum að fara hvorki lönd né strönd nema að taka sig með þannig að það var samið við hann að hann kæmi í heimsókn næsta dag, sérst í gær og hann kom með mömmu sinni í gær og dundaði sér heil lengi hérna með okkur og þetta við slóum hann 3 flugur í einu höggi. Ég segi þá ofta að Krónan og Akranesi félagsmiðstöð Akranesinga. Maður hittir ótrúlega mikið af fólki þar og við áttum erindi þangað aftur í gær til þess að ná í 3 hluti og vorum samt í hálftíma. Það var svo mikið af fólki sem við hittum. Þannig að það var ekki svona við. Já, þannig að það bara, framöndan bara að prjóna meira og klára þessa hluti. Það væri náttúrulega geðveikt að byrja nýtt ár með hreinar nálar að mestu leyti. Ég veit alveg að ég ekki að fara að klára þessi 2 teppi sem að ég hef ekki snert á núna í næstum ár. Ég ekki að fara að klára þau. En nú var ég að fara að hætta að klára, þú veist, peysurnar og þessi sjöl. Ég er með hvað rekja upp Woolend Honey til þess að geta byrja á henni upp á nýtt með móherinu til viðbótar og allt þetta. Nú þarf ég bara að fara að skrifa niður bara plan og það virkar rosalega vel á mig að skrifa niður hvað þarf að gera og skipta ég svona upp í það sem liggur náttúrulega mest á að leggja mestu vinnuna í það og svo hinn sem að liggur eftir þannig á en mér langar til að klára að bara þú vinnur klukktími þessu og þannig. Og þá má náttúrulega líka ná inn svolítið fjölbreytileika sem er mjög góður upp á þessa hendi sem að enn í vinnslu en guðmenn góður hvað þetta er mikill munur. Ég var bara að halda áfram á einu lyfi sem að þannig að klikkaði lyfjagjöfin þegar ég var svona veik. Ég var þá að hætta að taka það lyf af því það erti magann svo rosalega. Þannig að ég þarf eiginlega að byrja svolítið upp á nýtt með þann kúr en það alltaf, ávinningurinn á sprautinu er svo gríðarlega mikill og í sambandi við finnhreyfingarna við það þá var rosalega gott að vera að skipta grófleika á prjónum og garni og þess aftur. Þannig að þetta var kannski ekki vitlaust hjá mér að setja upp plan. En þetta, ég er búin að vera út allt í þessum þætti. Það er svona þegar maður sest bara líka við korter eftir að maður opnar augun og byrjar að tala. En ég vona samt að það hefur eitthvað samhengi í þessu. Og eins og alltaf þá sjáu þið hérna fremst hver mig er að finna. Og já. Ég held að við látum þessu þá bara lokið að sinni og ég gerir fastlega ráð fyrir að hitta ykkur að viku liðinni. Nú ef ekki þá bara eftir 2. Þetta er líka þegar maður að, það er ágætt að safna í stundum finnst manni maður hafa ekkert að segja eins og ég hugsaði í morgun. Þetta verður bara hálftími en við erum að detta í klukktíma. Þetta heitir ekkert að tala frá sér allt vit.
En já, við sjáumst bara þegar við sjáumst og ég bara þakka kærlega fyrir í dag og óska ykkur góðrar og gleðilegra handavinnu viku og við sjáumst síðar. Takk fyrir og bless bless.